Ég tel mikilvægasta mál þessar kosningabaráttu vera nýtingu auðlinda hálfjarðar en Ísland býr svo vel að hafa Snæfellsjökul sem gátt að hóljörðinni. Eitthvað sem við ættum ekki að hika við að nýta okkur. Ég veit nú ekki hvert andstæðingur minn að fara með þessu. Jú, við erum heppilega staðsett miðað við hóljörðina og það víst að í risastóru hólrými neðan jarðar undursamlegt vistkerfi sem inniheldur risaeðlur og önnur undur en ég held það sé ekki á valdsviði forseta að ákveða hvernig eða hvort við nýtum okkur hóljörðina. Þetta tal hóljörð algjörlega fáránlegt. Hvernig getur jörðin verið hól þegar hún flöt? Það ætti frekar að vera forgangsmál okkar að bara okkur leið í gegnum ísvegginn sem umlykur okkar flötu og óhólu jörð. Okkur hefur borist kvörtun yfir síðustu einslagi frá Arnari Þór Jónssoni forsetaframbjóðanda. Hann telur það ekki gefa rétta mynd af sér og sínum stefnumálum. Því hefur hann sent okkur inn myndband þar sem hann útskýrir sig og sín mál. Og í þágu sanngirnis verður það myndskeið núna sýnt óklippt. Und zweitens, Sie wollten, Herr, kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Sundrung og heift hefur heltekið íslenska umræðu. En hvernig skal brúa bilið? Nú, með að láta subbi verið leiða ykkur saman, það sannleikana leiðarljósi. Margir álíta að eitt helsta hlutverk forseta Íslands sé að vera sameiningartang þjóðarinnar. En hver getur verið það? Getur Katrín Jakobsdóttir, umdeildur fyrrverandi ráðherra, verið það tákn? Varla. Getur Jón Gnarr kýtlað hláturduga landsmanna og þar með blási burt reiðina? Hæpið. Nei, aðeins eitt getur leitt okkur af frið og samvinnu. Styrktaraðili þessa þáttar, frambjóðandinn Elvar Karlsson. En var Elvar ekki afhjúpaður sem eðlumaður frá fjarlægu sólkerfi sem ætlaði að hneppa alla þjóðin í ánauð? Vissulega, en við verðum að hafa í huga að menn geta breyst. Við megum ekki láta slaufun stjórna líf okkar. Við verðum að trúa á fyrirgefningu. Ég ætla að kjósa Elvar Karlsson því hann alvöru cowboy. Jíha! Já, ég get alveg sagt það. Fyrir svona 7 árum þá eru ég og vinir mínir á leiðinni heim að balli. Náttúrulega sósuð og þú veist, erum ekkert að labba heim. Þannig að ég bara, ég skal keyra, ekkert mál. Og þú veist, það var ekkert mál. Þú veist, það voru engin bílar á veginum eða neitt skilur og það var bara fucking gaman í okkur og við vorum bara að flippa og Sigga var bara að öskra Brittany út gluggann og þú veist, við vorum í bakgröndum bara eitthvað yeah, toxic, I'm sleeping under, skilur og hérna, bara ógeðslega gaman. Svo kemur eitthvað lamp, bara beint út á veginn. Ég ekki morðingi, ég sveig frá, klæsir beint okkur helviti staur, skilur og svo bara þegar ég lít upp, þá bara Sigga, meðvitundarlaus, Bogga og Tommi aftur í, meðvitundarlaus, blóð allt og ég bara, fuck, þú veist, ég þarf að hringja neðlínuna. Löggan pottþétt með eitthvað vesen, eitthvað taka prófið mitt, eitthvað skilurðu. Þú veist, ég get ekkert að standa í því. Ég frá til Mallorca daginn eftir og ég var bara að sleppa því til að vera eitthvað, þú veist, tala um eitthvað lögfræðinga, bara eitthvað dómsmála, skilurðu. Þú veist, þannig ég náttúrulega bara dró Siggu yfir í bílstjórasætið og hún bara var mökkuð, þannig að þú veist, hún man ekkert eftir þessu og var ekkert með vers, sko. Og þú veist, ég bara var komin til Mallorca daginn eftir og ógeðslega góð tani og þú veist, það svona kýs ég Katrínu. Geturðu sagt að allir að kjósa Elvar? Já. Elvar Karlsson? Já. Og þess vegna kýs ég Elvar. Flott, við reddum þessu klippinu. Þetta var búið. Nýjustu kannanir sýna
að Elvar Karlsson er með 99,9% atkvæða og engin annar frambjóðandi á neinn möguleika á að sigra. Þannig að þeir sem ætla að kjósa eitthvað annað getur bara sleppti. Atkvæðin þeirra vera kortið er einskisnýtt. Nýti daginn frekar í eitthvað annað. Farið í lautarferð með fjölskyldunni eða bara slaka á heima, horfa á Justified, það er Disney Plus, bara, ekki fara að kjósa. Bara, það þýðir ekki neitt, Elvar er að fara að vinna, ekkert pælið, við erum bara heima.